Við ætlum að læra núna jarðsögu Íslands og við ætlum að fjalla aðeins berglög eins og sjást að þessari mynd. Eldgosin mynda landið og gróður kemur svo ofan á landið, en svo koma aftur kannski eldgos og hraunið leggst yfir jarðveginn. Svona byggist þetta ofan á hvort annað og staflast upp á mörgum milljónum árum. Á þessum myndum tveimur má sjá hvernig mismunandi dýr voru lifandi á mismunandi tímum og hafa bein þeirra sokkið í set og þannig myndast berglögin, og því lengra sem við gröfum ofan í jörðina, því lengra sjáum við aftur í tíman. Þegar Ísland myndaðist fyrst var landið frekar slétt og það voru engir jöklar eða fjöll, engir dalir. Allt var nokkuð slétt og það var mjög hlýtt. Gróður tók að myndast og uppvuxu miklir skógar. Svo tók ísöldin við og jöklar mynduðust yfir nánast allt landið. Ísöldin varði mjög lengi og skiptust á hlýskeið og jökulskeið. Jöklar mynda gljúfur, firði og dali. Það gera þeir þegar þeir hreyfast og mylja bergið undir sér. Og jökulárnar sem renna frá þeim grafa gljúfur, eins og sést á þessari mynd. Síðasta jökulskeiðinu lauk fyrir meira en 10.000 árum og þá var engin gróður á landinu. Landið alltaf að breytast og rífa roföflin niður bergið eins og jöklar, ár og hafið. Á þessum myndum hægt að sjá hvernig á búin að grafa sér leið í gegnum bergið. Hér má sjá hvernig hafið búið að gera það sama. Jökulár geta einnig bætt við landið með því að bera sand og steina niður að sjó. Eins og hægt að sjá á Suðurlandi, til dæmis sunnan við Skógafoss. Þegar fyrstu landnámsmenn komu til Íslands árið 874 voru birkiskógar út allt land. Hér var gott að búa og fleira fólk streymdi hingað að. Fólkið hjóniðu trén til að búa til kol, verkfæri og vopn og þeir sendu búfé og beit í skóginum. Þetta hafði mjög slæm áhrif á skóginn og skemmdi hann. Rætur trjánna binda jarðveginn, þannig að þegar búið var að eyða skóginum varð mikill uppblástur og jarðvegseyðing. Jarðvegur fauk í burtu og eftir standa melar og sandar. Á síðustu öld, sem sagt 20. öldinni sem var frá 1900 til 2000, kom mikil tækni til landsins. Fyrsti bíllinn kom árið 1904, en það voru engir vegir, bara hestaslóðar. Þannig að þegar var farið að gera vegi fyrir bílana, þá breyttist landið mikið. Dráttarvélar, gröfur, jarðýtur og fleiri tæki komu til landsins sem auðveldaði bændum vinnuna og tún þeirra stækkuðu. Þeir fóru að breyta landinu meira, til dæmis með því að breyta mýrum í tún, og það gerðu þeir með því að grafa skurði. Þetta skemmdi varpland og umhverfis margra smádýra. Í byrjun aldarinnar bjuggu flestir í sveit, en í lokin voru flestir fluttir í bæi, þéttbýlissvæði. Meira en helmingur Íslendinga búa nú í Reykjavík.